náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Síðasta viðtal, þá tókum við viðtal við Kristínu Davíðsdóttur, teymisstjóri hjá Frú Ragnheiði og Svavar Georgsson, sem að eigin sögn fíkill í bata. Og já, altså, þá fengum við það hérna. Frú Ragnheiður býður upp á búnað til neyslu ásamt að veita lágmarks heilsugæslu, ásamt fæði, svefnpokum, tjöldum og svoleiðis. En ekki neyslurými, eins og ég hélt að Frú Ragnheiður væri, áður en ég fór að kynna með málið. En einmitt hérna, talandi neyslurými, þá erum við komin hérna, með ykkur hérna, það Ylja. Þannig að fyrsta spurningin hvað Ylja og hvað verður til þess að þið endið í þessum málaflokk? Og nú eru þið tvær, þannig að þið þurfum bara einhvern veginn að púsla þessu saman. Gjörðu svo vel. Neyslurými sem sagt öruggt rými fyrir fólk til að koma að nota sitt eigið vímuefni í það öruggu undir leiðsögn starfsfólks. Sérhæft starfsfólks. Og við erum að gæta bara öryggi notenda og sýkingvarna, svona alveg. Og bara vera staðnum fyrir notendur. Og það svona einmitt búið að vera smá misskilningur. Þeir þurfa að koma með sín eigin efni. Við erum ekki með neitt í okkur. Já, og svo kannski gott taka fram að þetta fyrir 18 ára eldri. En sko í öðrum svona nágrannalöndum það þá einhvers staðar þannig að viðkomandi þurfa ekki að koma með sitt eigið efni? Ekki svo við þekkjum til. Nei, ekki svo við þekkjum til. Það kannski en eða í svona methadon meðferðum þá það yfirleitt eitthvað annað úrræði sem að veita það líka til þú veist svona heroin klínik kallast það eins og í Danmörku þú getur fara svo heroini sitt en það yfirleitt aðskilið frá neyslurými. Svo ég viti. Þetta fyrsta neyslurýmið á Íslandi með þessum hætti allavega? Þetta fyrsta neyslurýmið hér á landi, opnaði 10. mars. Það sem hefur sést áður, það öruggt rými. Það er ekki ná Lindagötu þar? Nei. Eða kom það aldrei til? Það ekki komið, konukoti með það og þá eru konurnar einar þar. Inn í rýminu. Þar upplýsa starfsmanninn hvað efnið eru að fara að nota og þau búa til svona buddy system sem við vinnum rosa mikið með líka í Ylju og í Frúnni en buddy system þannig þá gerum við eitthvað meðferðarplan viðbragðsplan, já. Það myndi ég bara þú kannski að fara að nota heroin og ég myndi gera samtal þá ger bara eftir 5 mínútur þá banka ég og ég myndi tjekka á þér. Þetta í gangi og í boði þú nefnir konukot? Já, konukoti og skjólinu sem dagsettur fyrir konur. Og þetta líka nýra á gistaskíli á Lindagotu? Þau eru ekki með öruggt rými svona opinberlega en þau eru með klósettin og þau reyna að gera sitt besta með það vita fólk að nota klósettunum og þau eru að fylgjast með klósettunum og þau eru að gera þetta buddy system svolítið það líka, en þau eru ekki með þetta reyna örugga rými eins og konukoti og skjólið með en það kannski ekki okkur þá við erum bara annar rými sem þau fara í þegar úrræðin eru lokuð svona, já ef við fyrir kannski markmiðun okkar þá svona aðalega markmið okkar að koma í veg fyrir afturkræfum skaða vera til staðar fyrir þessi einstaklinga og þau hafi bara svona bæði til að nota bara til þess að vera en því þú veist, staðan svo að þetta fólk sérstaklega sem hefur ekki heimili á daginn að nota bara inn á klósetti á veitingustöðum, á bókasafni. Er þá verið að hugsa rauninu þá bæði öryggi þeirra, altså hvað var að sýkingar og annað og ofskamtanir og annað og líka rauninu þá öryggi annara? Altså bara fólks í samfélagi varandi búnað sem eru skilin eftir sprutur og nálar og þau vilja ekki vera að nota á almenningsstöðum það að síðast þess að þau vilja að nota á almenningsstöðum þau eru mjög hrædd að fólk sjái þau vilja alls ekki til dæmis að börn komi og annað en þetta bara einhvern staðan hjá þeim það ekkert annað og þú veist við erum bara eitthvað komin út allt en já en þú veist Ylja, þetta fyrsta neyslurými hér á landi. Við erum ástillunarverkefni og staðan þannig að við erum í gamlu Frú Ragnheiðar bílnum og sem kostur og galli, við erum færanlegar og við erum líka
rými sem þau þekkja rosa vel. Já, þau þekkja bílinn og treysta, það hérna hvítur sendiferðbíl með rauðkrossinmerkinu og bara til þess að taka strax inn í að við myndum ekki vera búin að ná þessum árangri, bara við erum búin að ná rosalega góðum árangri á mjög stuttum tíma að það hefði ekki verið fyrir regnið áður. Er það ná annað eftirspurn? Nei, það er það sem ég er ekki svolítið að koma að. Rýmið, þess að reglugerðin er þannig gerð að það mega bara vera 2 inni hjá okkur í einu. Altså 2 sem segis notendur. Já. Þess að 2 sem geta við nota hjá okkur í einu. Það er hámark. Ef ég segja að þú kæmir fyrst inn og þú myndir banka, þá spyr ég, ert þú tilbúin að hleypa þér með einstaklingi inn? Oft er þetta einstaklingar sem eru bara búin að vera harki, þú veist, kannski flesti hverju búa á, eða þess að þetta eru gestir á neyðarskilunum, þannig vilja bara vera einir. Þá þurfa að byrja einstaklingin sem bankaði að bíða. Og það getur verið hálftími eða 20 mínútur eða 40 mínútur? Hámarkstíminn hjá okkur er 40 mínútur, þannig að já, það getur verið alltaf 40 mínútur ef það er bara, þú veist, back to back. Svo ímyndu ykkur, hann kemur kannski á lista og hann býður í næsta almenningsrými eftir okkur og við kannski pikkum í hann ef hann ekki með síma, svo kemur annar, þá erum við komið 80 mínútur. Það gengur ekkert upp. Þetta gengur eiginlega ekki upp og við sáum það annari vikunni hjá okkur, það myndaðist biðröð og það er búið að myndast núna 33 biðraðir sem við höfum verið vitum að því við erum með skilti sem er lustu upptekið, þannig að manneskjan, við hvetjum það til þess að banka til þess að við vitum af þeim en þau gera ekki alltaf og það sem gerist líka þegar upptekið, þau þurfa að bíða, við missum þau, mörg hver, þau bara get ekki beðið, þau eru búin að fara í þetta hark, ná sér í efni mörg hver og koma til okkar, við missum ekki þetta skipti, við missum í svolítinn tíma. Tekur svolítið á þau að hafa komið, gert sér ferði illu til að nota og svo er upptekið og þau þurfa að fara eitthvað annað. Þau skilja þetta alveg, en við finnum strax, við þurfum stærra og við þurfum meira. Og þurfum rými eins og er erlendis sem er ekki bara einstaklingur notað. Við þurfum líka rými sem einstaklingur getur bara fengið að vera. En er þetta ekki bara hlutin alltaf bara af líka þessu verkefni? 100%. Það er rauninni bara að rekast á alla veggina, skrásetja, greina það. Við erum að gera það. En það sem við erum aftur móti líka svolítið að berjast fyrir líka að þetta er ekki ástilunarverkefni hvað svo? Við viljum bara að þetta haldi áfram. Við fórum út til Danmörku og það heppnar við 2 að við fengum að taka vakt á stærsta neyslurýminu í Evrópu. Fengum að tala starfsfólki og notendur vildu rosa mikið spjalla við okkur. Hvar var þetta neyslurými? H17. Það heitir H17, þetta er hann í Kóðbíen. Já, það er stóra húsið, múrsteinahúsið. Já, það er svona svolítið torg. Já, ég fór þarna seinustu helgi og þar voru húsasundir sem fólk voru að nota. En svo fullt af fólk að hverfin í eitthvað húsana og koma út og inn og út og hlaupa. Þetta er rauninni bara Þetta er við göngugötuna, rauninni bara beintum át og lögreglu. Ég var bara að borða kjöt, þetta er rosa skrítið fyrir okkur Íslendinga. Já, svo mikið að veitingastöðum kring. Svo drakk ég bara bjór og borða, þetta fyrir mig var þetta alveg galin pæling en þetta er hérna, já. En já, þau sjá þetta líka úti að hafa þetta svona risastórt neyslurými, það koma sko 600 manns á dag að nota vímuefna. En okkur eru þið þá svona mörg fyrir utan að nota líka í húsasundunum? Ná þau ekki annars? Við erum kannski bara að bíða í biðröðum. Sko, það sem var alltaf þegar við vorum úti í febrúar, þá fyrir við H17 og það voru framkvæmdir í hinu neyslurýmunum. Það sem við heyrðum rosa mikið, það sem bæði starfsfólk og notendur voru ræðið við okkur var svolítið að passa þetta að við myndum ekki opna svona eitt stórt. Frekar að hafa þetta smærri einingar og dreifisu. Bæði er þetta, þú veist, það er ákveðin menning hjá sumum sem er nota vímuefni því miður, bara þú veist, það er kannski ofbeldi og annað, ekki hjá öllum vímuefnahópum, en jú, getur komið og þarna er kannski fólk að rekast á manneskjuna sem misnotaði þau, sem þau skulda og annað. Þess vegna þá eru þau frekar að sækjast í þessi litlu smærri, eða bara út á götu, að það stað fyrir að fara neinn. Og við sjáum þetta líka eins og bara með neyðarskilin hérna í Íslandi, þú veist, það er verið að safna saman svo mörgum einstaklingum sem eru í neyð og það bara svolítið býður upp á ágreininga. Það er líka verið að safna saman fólki sem er bara líka í mismunandi neyslu og mismunandi efnum og sumir eru alls bara að kannski drekka áfengi. Það er sko reynt að aðskilja það. Á Lindagötunni er reynt að fólk sem notar áfengi á meðan á Grandanum fólk sem notar vímuefni. En svo náttúrulega erum við konuna sem bara með eitt rými. Já, en þeir geta ímyndað eitthvað það að ef það kemur eitthvað upp á þá erum við bókstaflega engan stað til þess að fara á. Engan annan stað. Það var náttúrulega líka alveg hræðilegt. En það sem við fengum að gera úti í Danmörku var að við fengum líka að taka vakt í Fixelands. Sem er neyslurými á hjólum.
þannig að við fengum að læra þar líka rosa mikið á. Og við sáum fólk sem að var á þessu svæði sem að frekar sækja í það rými. Þannig þú veist, eins og það gengur kannski að hafa bara svona eitt lítið rými, þá er samt gott að hafa fjölbreytt rými. Og geta þá fært, þú veist, eins og þú veist, ef það kemur eitthvað þannig, þesslegt að Elja þarf að færa sig, við erum búin að færa okkur einu sem núna og vorum fyrst á skólagötu, núna erum við komið meira miðsvæðis og við munum færa eitthvað meira bara til þess að þarf að greina hitta nýja nótendur og annað. En svona eins og í útkvörum og svona eins og Breiðholt og Mjóddin Þetta er komið umtali, samtali hjá okkur ég held svo staðan verðum svolítið miðsvæðis bara að því þar er mesta þörfin þóttu sem tala svona mikið við fólk sem kannski er heimilislaust og eru gestir á gistisílunum þá erum við samt líkar að ná til þeirra sem er heimhúsum að það er rosalega mikið áskömmtun að hætta þar og við erum að vinna svolítið svona markvisst af því líka en svona til þess að fara aðeins yfir að af hverju myndi ég velja að banka á bílinni á ykkur en að fara bara eitthvað inn á eitthvað klósett þar sem ég er alveg í frið og ró kannski eitthvað svona fallega klósett þar sem að enginn er eitthvað að banka á hurðina það er kannski ekkert alltaf frið og ró ég held að þau finnum það svolítið sjálf leið að labba inn í eitthvað svona almennsrými þá er strax byrja að horfa svolítið á fólk því þau bera það oftast auðvitað á sér og þá er fá þau ofta ekki næðin á klósetti og það er verið að banka á allt þetta þau eru yfirleitt að flýta sér að nota sem að veldi þá bara frekar skaða þannig að ef við reynum að sjá þetta svona fyrir okkur það kemur einstaklingur inn í eitthvað rými sem að komi inn til ykkar því ég líka að hugsa tíman sem að tímaraminn þegar hann er búin að skjóta þessu í sig og því þá hlýtur að vera eitthvað svona tími eitthvað svona 10, 20, 30 mínútur þar sem að viðkomandi er kannski slegin út eða eitthvað slegis Nei. Það er nefnilega það sem að maður kannski hélt svolítið áður. En þú veist, máli er bara, þú veist, af hverju ekki klósett, af hverju frekar þið. Þetta eru einstaklega sem eru andum heilsunni sína. Heilsan þeirra skiptir þeim verulega miklu máli, umhverfið þeirra skiptir þeim líka máli. Jú, það er stundum nei það þurfa að nota almenningssalerni, en það sem við erum búin að læra mest hvað af þessu öllu er þau eru búin að byggja þetta traust. Jú, þau banka á einhvern stálkassa, þau labba bókstaflega, við drögum ykkur á þunga hurð, þau vita ekkert hvaða konur eru þarna. Tvær konur það sem við höfum gert er mjög skrítið. Það sem við gert er bara að byggja upp traust, við fórum fyrst að fara í skilin, reyna að fara í samhjálp, við erum ekki búin að hafa þessi mikið svigrúm og myndum óska því við erum að reyna að anna hinna eftir spurninni en sem betur fyrir 3 manneskjuna bætast hjá okkur í september sem er gleðilegt, en já, þau koma þarna inn, þau þurfa að byggja upp traust sumir náðu ekki strax, sumir þurfa bara að sitja og horfa á okkur og vera bara fólk hefur bara setið og stjart og bara er þið að meina þetta, má ég nota hérna bara eitthvað já, við erum hérna fyrir þig nei, ég held að þetta sé meira bara þeir eru ekki að skilja það að það eru virkilega manneska sem setur beint fyrir fram og er andum þig og mannski sem er ekki í sömu stöðu svona yfir þegar við erum að nota með fólki sem er í sömu stöðu er að gera sama það er bara virðing og við vinnum upp á því það er virðing og það er kærleikur það er númer 1, 2 og 3 hjá okkur annað mætir afgangi hérna ertu öruggur hérna máttu og við höfum lendið einstaklega kemur til okkur bara til þess að bókstaflega gráta hérna er einmitt ein spurning hérna sko ég skrifa hann hjá mig hvað mikilvægt eru tengslin og umburðarlynd og kærleiksrík samskipti í þessum aðstæðum ef sjúklingur sem leitar til ykkar eða notandi og óskar eftir að komast í afeitrun eru þið þá í einhverjum aðstæðum til að hafa milligöngu á innlögn, þetta er reynda 2 spurningar en þá myndi kannski byrja kannski þessari fyrstu, hvað mikilvæg eru þessi tengsl og umburðarlynd, kærleiksrík samskipti í þessum aðstæðum? Það skiptir öllu máli, þú nærðu ekki neina þú ert ekki með þetta Þannig að það er skapað hann einhver, þú ert að skapa tengsl við manneski við mannesku Já, það er bara það og þau þurfa það bara og við finnum Þau eru svelt af tengslum Já, þau eru það að fá að hugsa, vera ein og fá að hugsa bara. Og það er í annar þjónustu sem að sækja það sem þau eru að finna fyrir fordómum og svona skilningsleysi að sé til úrræði það sem er fagfólk að vinna sem að er ekki dæmaði fyrir það sem er að gera daglega Nei, því það er alltaf það sem þau upplifa alla daga Já Ég held að sé líka, við erum alveg í smá svona forrættandi stöð, við erum ekki með búðabönn, við þurfum ekki að setja neina mörk þess áttar, við getum bara vera sem vinkona þín og bara hlusta á þig og við þurfum ofta ekki að vera með einhverja lausn þeim vantar það ekkert, þeim vantar bara svona að tala og svo er oft bara kemur bara svona wow, þú veist, þau fattar bara sjálf hvað þeir eru kannski að segja það eins og mér fannst þú kannski verið svolítið meina að afeitrun, nei, við erum ekki með beina milligöngu af því ef fólk fyrir að tala meðferð
við ykkur. Já, við fylgjum þeim bolta, þú veist, við spyrjum kannski aðeins út í þetta, en það ekki fyrsta okkar að stökkva á það. Við svona tökum þetta og brákum næst og sjáum hvernig samtalið Fylgis eftir. Já, þau vita vanalega hvernig þetta allt virkar. Þetta það sem við kannski búum við líka hérna heima sem þarf líka að skoða bara meðfara rammin okkar. Það eitt staður sem þau geta farið á. Þau eru búin að fara á hann, ég veit ekki hversu oft 40-60 og það staðista hindrun eftir. Það bara eitthvað af hverju ætti að ná þessu núna. Og þú veist, það svolítið það svolítið meiri fjölbreytni. En í síðasta þætti þá sat hann Svavar hérna í þessum stól og hann bara segir hérna í lok þáttarins, hann í rauninni vildi meina að sko úrræði frú Ragnheiður hafi bjargað líf hans. Hann þetta fer inn í meðferðarbatteri og 12 spora brölt og annað og næra verða edrú og kannski einn af þeim heppnu eða eitthvað með að fara að skoða eitthvað tölfræði en hann sem sagt leitarst eftir því að fá eitthvað hjálpið að komast inn í meðferð og það eru manneskja þarna innan frú Ragnheiðar sem að verður við því og ringir eitthvað símtöl og sem endar á því að hann í rauninni hún með skuldaðanum og það þannig, þegar leiður bara komin á þann stað já, þá myndum við annarkvæmst tengja við frúna þannig að því svona lesið þetta svona svolítið eftir aðstæðum já, 100% já, 100% og einmitt þess að sagðir, þú veist, að hann hafi talað frú Ragnheiði berga lífið sinni, það okkur fyrir svo mikilvægt að þú veist, fólk á þessum stað fái líka þessa virðingu traust og tengsl en ekki bara þegar ákveður þú vilt vera edrú. Nei, einmitt. En hvernig hérna með öryggi starfsmanna í Ylju til dæmis? Nú getur alls konar gerst eins og þessi stíli. Ég meina þið eru, hvað segir, 2 konur inn í bílnum. Er ekki driver líka? Nei, við erum bara 2. Þið eru bara 2. Já. Þið hljótið að vera með þið hljótið að sjá alls konar og það hluti geta gerst og sko, okkur er þetta svolítið nálgun, númer 1, 2, 3. Já, nálgun. Manneskja kemur hana að hún vill koma til okkar. Hún kemur hana að því að hún vill fá virðingu og hún vill veita virðingu. Hún vill koma, koma til okkar í rónæði, nota og sjá alls konar þannig þetta fer allt eftir samskiptum. 100%. Jú, manneskja getur liðið illa og það er alls konar sem getur komið upp en við höfum ekki lent í neinu ofbeldi. Það hefur kannski komið eitthvað upp sem var hafa komið upp krefjandi aðstæður. Já, við getum sagt það þannig, en þetta hafa alltaf þannig aðstæður að næst þegar notandinn kom, þá gátum við tala við hann það, af því við erum búin að byggja upp þetta traust. Þú veist, bara hvað heyrðu síðast þá kannski var svolítið óþægilegt og það var bara, og svo hefur líka bara komið og beðið okkur afsökunar fyrirbræði. Þannig að við erum ekkert endilega alltaf, en þetta meira bara svona, hei, þú ert félagi minn, fannst svolítið óþægilegt. En þegar notandi kemur inn til ykkar, hann með eitthvað ákveðið efni, og langar líka að fara við það hvaða efni í rauninni þessir einstaklingar eru með og þið tala að koma í veg fyrir ofskömmtun. Ég meina, hvernig tryggið þið það að viðkomandi fari ekki í overdose? Við getum svo sem ekki beint tryggta. Eftir því vitum náttúrulega ekki hvað styrkleika efnisins það er upplýsingar sem við gerum kröfu hvað efni viðkomandi ætlar að nota og hversu mikið, sem styrkleika efni. En hvaða efni eru það að koma með? Það mest hefur að notað það sem að flesta þekkja sem Ritalin eða ekki? Já. Kallast methylphenidate. Já, flesta þekkja sem Ritalin. Altså Ritalin og Concert. Er það Concert? Nei, Contalgin er svo ópíóði. Það eru þessi 3 efni sem eru mest notið hjá okkur. Það er bara einhver skekkimunur kannski 3-4 skipti. Sem sagt Ritalin, amfetamin og það Contalgin sem er ópíóði. Já, og Contalgin og Ritalin, þetta eru þá það sem kallað er læknadóm. Já. Ekki rétt? Jú, passar. Okay. Og svo kemur amfetamin inn. Finnst ykkur, hvert myndið þið segja hlutfallið ef við erum að tala örvandi efni, þá altså Ritalin versus amfetamin. Þetta er að koma frá 2 mismunandi stöðum og mjög erfitt kannski fyrir ykkur eitthvað að fara að reikna út eitthvað styrkleika á ykkur amfetamini. Já, sérstaklega á efnunum sem að Já, við erum ekki með efnagreinu svo neyslu Nei, en að segja sem svo, ég kom inn og ég segi við ykkur, ég segi með amfetamin og hvernig getið þið vitað? Við spyrjum þig. Þau náttúrulega vita þetta langt best sjálf og við erum að læra af þeim og það sem við sjáum þau gera er smakka efnið til að vita hversu mikið er búið að blanda ykkur öðru út í það. Já, smakka það. En svo spyrjum þau bara, ertu vanar að taka þessa efni, eða svona skamt þetta, já, ok, hvernig er heilsaðin búin að vera? Búin að vera veikur, er hann síðan notar, hvert er búin út í dag? Við tökum svona skaðamingjandi samtal við þig.
á samaskapi þá þessu tölfræði og þau vita það, við erum að safna þessu tölfræði bara út af þessari þarfagreiningu og þau eru upplýst það. Þið skráið þetta allt niður? Já, við skráum allt. Og það sem við líka notað sem var mjög gott var, þú veist, við munum bara, þú veist, ætlaði bara að nota Möggu, Magga kom og hún notaði þennan skamt síðast og hann leið illa. Hvað var eftir þessi skamtur? Þá getur flett þessu upp, Magga, þú notaði síðast 200 milligram af kampagirli. Var svolítið mikið, ég kannski prófa halvan skamt og þá þau bara og það ótrúlega einstaklingsbundið. En sumir eru að nota þá örvandi og svo eru aðrir sem eru þá meira í morfín. Eða mjög blandað. Það er rosa mjög mikið blandun í Íslandi. Hvað það fólk oft þetta að svara þér, þið eru þarna ákveðin tíma dags, hvað eru þeir sem eru í virkri sprautuneyslu að sprauta svo oft yfir dag? Og hvernig finnur þau að koma? Maður kannski eftir okkur átt okkur á þessu. Það bara þegar einhvern veginn fíknin kemur og þess áttar. Og frá klukkutímafresti eða 3 tíma fresti? Sko það fyrir líka svolítið eftir efni eins og kókaín. Það er mjög, helmingatíman er mjög stuttur, þannig eftir kannski klukkutíma ertu komin í frákværa þarf það að fá næsta skot. Á meðan tekur kontalgin og getur kannski fengið næsta eftir 5 klukkutíma. En þetta er alveg góð punktur hjá þetta er kannski eitthvað sem þurfum að greina hjá notendur okkar, bara spyrja þig bara fyrir okkur að vita líka. Þetta er ekki neyslurinn að vera opinn alltaf sólarhringi? 100% og það þarf líka, þú veist, ef við fyrir út í það farið, þá þarf náttúrulega að vera eins og sagði áðan bara rými fyrir þetta að vera, það þarf að vera sturtaðasta, það þarf að mataraðasta, bara afslöpunaðasta og annað. Það er þess að við viljum sjá þess að erum allan heim. Við séum strax að opnutími þarf að vera lengri, sko. Hvað er hvað á? 10-4. 10-4. Já, opnutíman er með að neðaskilin er lokað á þessum tíma. En hafið þið verið að fá til ykkar kannski þá sem eru nýbyrjaðir eða bara að byrja í sprautuneyslu? Mjög lítið. Mjög lítið, já. Ég held að það sé kannski eitt dæmi sem fengum símtal, annars ekkert. Til þess að fá ráðgjöf hvað þau ætti að gera. Og þá, þú veist, það sem við gerum alltaf í þessu öllu, ef manneskja er kannski nýlega að byrja að nota eitthvað efni eða er að pæla að fara að nota eitthvað efni, við tökum alveg samtali. Við segjum alveg hvað þú ert að getur verið að fara í. Það er alltaf hluti að skaminguna, þú veist, að fólk sé meðvita áhættunum sem er að taka. Það fræðið það, sko. En hvað finnst ykkur það, sko, að svona stórt hlutfall af þeim efnum sem þið eruð að sjá þarna inn í bíl hjá okkur eru svokallar læknadóp? Altså þá ekki efni eins og þá kókaín eða amfetamín sem eru þá flutt inn og eftir einhvern smyggliðum, heldur eru við með ekki það að læknadóp getur líka verið að koma inn með smyggleiðum en samt sem maður, sko, með uppruna úr heilbrigðisgeiranum. Hvað finnst ykkur það? Þetta er smá flókið spurning. Því þetta er kannski 15-20 ára gamall veruleiki, sko. Svona var þetta ekki þegar ég var ungum maður, sko. Sko ég held að kannski það sem þyrfti að svara hérna er bara að þetta er ekki eitthvað beint fyrir okkur í Ylju til þess að hafa skoðuna. Og við erum hérna að tala fyrir Ylju, þannig að þetta er kannski maður þarf smá Svo er þetta flókið að því, þú veist, þetta er flókið. Á sama tíma og það er þú veist, þá er þetta samt efnið sem við veitum hvað er í. Á meðan hin efnin koma og við veitum ekkert hvað er í því. Þannig þó að þetta sé sorglegt eða eitthvað svoleiðis, þá er þetta öruggara. Þá er þetta að hjálpa eitthvað vinnu. Þetta er öruggara, þannig séð. Já, ekki beint að hjálpa okkur vinnu, þetta er bara öruggara. Já, þetta er það. En samanskapið, þú veist, auðvitað vil maður sjá það að ef einhver lendir í slysi að það sé meira eftirfylgni með einstaklingnum. Hann er rosalega verkjaður, þú ert ekkert bara dælendalust lyfjum í hann. En þetta er bara allt annað samtal. Og þess að segja, þú veist, ef út frá því að vera talandi um neyslurými þá er þetta kannski bara eitthvað sem ekki beint sem við getum heldur verið að svara. Jáhá, en hvað ég ætla að koma eitt með öryggismálin. Við erum í samstarfi við lögregluna og svo bara stakka aftur að það og við sjúkraflutningamennina og við erum með talstöð og það er svona til partur af því af notendasamræðan okkar ef við höfum spurt þau hvað hefur að gera við hann, hvernig myndi þið líða, ég myndi íta takkan og þið þurfum bara að íta takka eða þá bara komin einhver til ykkur og þau segja við okkur auðvitað íta þú takkan, ég vil ekki með ykkur ef ég er að fara einhverjum áflugum fyrir utan, íta takkan, ég vil ekki drepa neitt þetta er svolítið partur af því bara af þessu traust og kærleika og virðingu sem við erum að vinna með og þetta gerur okkur líka bara öruggari því að okkur þykir óendanlega vænt notendunum sem komið til okkar hvort þú sérst að koma í fyrsta skipti eða hvort þú sérst að koma í 20. skipti Er þið með einhverja tölfræði yfir altså hver mörg er að nota úrræðið og þó líka út frá kynjahlutfalli? Það eru núna 50 notendur sem hafa komið í Ylju og við erum með yfir
svona 215 heimsóknir. 227. 227, vel gert. Heimsóknir, við opnum þess að 10. mars. Núna 2022. Það vel gert, en þetta að pikka upp, því að hún segir hérna við mig, hvað hérna, Kristín Davíðsdóttir, og talaði um 700 manns á Íslandi í virkri sprautuneyslu og þar á kannski 400 í Reykjavík, getur ekki passað? Ég held að það sé 600. Það er 600 sem að leita til fyrir Ragnar, 600 einstaklingar á ári. Í Reykjavík? Hún ekki líka með Suðurnesjunum. Það er að vera fleiri í virkri neyslu. Já, þetta náttúrulega þú veist. Já, fólk oft komið á ákveðinstað þegar það fer að leita til fyrir Ragnar. En þið sjáu náttúrulega fólki sem kemur til ykkar, það kemur með einhvern ákveðin búnað, getið þið séð á einhvern hátturinni hvaða búnaðurinn kemur, eða, þú veist? Já, við ættum að koma búnað. Já, maður, viljum við ekki sjá búnað? Ég þarf að hlaupa út í bíla eftir, hann er ekki hér, sjálfsög ekki. Ekkert mál. Eftir að tala þá bara sprautu búnaðin. Já, ég meina þið skaffið það? Við skaffum búnað, já. Já, þið eru með sprautur, nálar og svona kúkera og alls konar svona. Við erum með hreinan einnota búnað. Þannig að þið eru með henni búnað sem að frú Ragnar er líka bjóð upp á. Já, og við erum með þetta meira í svona stykkjatali. Já, af því við reynum að tengja það alltaf við frúna. Já. Við viljum þessa tengingu, við viljum bara heyrðu svo kannski frúnni í kvöld. Já, við erum kannski með búnað til að veita yfir daginn og hjá okkur og svo vísum við með þetta áfrú Ragnar til að fá meira búnað. Mikið með mitt afleitt veikindi og sýkingar út frá notkun á skítugum eða menguðum búnaði hjá sprautufíkum? Sko, einstaklega svona með þungan vímuefnavanda, eins og ég talaði um þegar andum heilsunni sína. Það sem var kannski áður fyrr, það var ekki eins mikið fræðsla og svona vitund hvað notaði sprautubúnaðar er. Frú Ragnheiður byrjaði 2009 og það orðið mjög mikil þróun og jákvæð þróun, fólk með meðvitað það, það vill ekki og þú veit hvað gerist, það veit og þú notar, stingur einu sinni og þú hittir ekki æð, þú stingur þig ekki aftur, þú skiptir nál. Já, nálinn bara bognar rosalega mikið, þú veist það er til svona rosalega flotta myndir á netinu með þetta, svakalega hvað hún bognar og þegar hún bognar þá náttúrulega ert að rífa í æðina og stingur aftur og aftur. Því ofta sem stingur því þú ert að tala bara oddin, bara litli oddin, þetta er pingu lítið bara, þú sér þetta bara. Þú sér þetta ekki. Og þú varst að spyrja áðan hvort að við einhvern veginn banna fólki að nota eitthvað. Sinna einn búnað, ekki efnin. Já, við hvetjum þau og þau koma með afföll, viltu ekki að setja þetta í nýjan sterilan, við erum með sterilt vatn til dæmis. Sem þau koma með eigin svona kúker eða svona úr fjölnota, þá hvetjum við bjóðum þeim hreinan einnota kúker. Ef þau vil ekki nota hann þá allavega hvetjum til að sóttrensa sem vel. Já. En það bara gengur rosa vel með þetta samtal alltaf. Það hlýtur að vera rosa mikilvægur hluti af þessu, það bara notkun á hreinu búnaði, bæði þeirra vegna og auðvitað bara samfélagsins. Og þau líka bara að koma að því að þau vilja hafa hreint og örugt. Og svo eitthvað svona nefspray. Já. Ertu með það? Ég enda með það. Við erum alltaf með þetta á okkur. Ég á crossfit-æfingu með þetta, eins fyndið það en ég veit aldrei. Hvað meinar með því? Af hverju myndur þú fara með þetta á crossfit-æfingu? Af því maður veit aldrei. Hvað gerir þetta? Maður getur ekki notað þetta á þess að hvað er þetta? Þetta er þetta mótefni gegn ópíóðum. Hvað heitir þetta aftur? Naloxone. Þetta er sem En þetta, þú setur þetta í nefið einhverja áskammtar og skýtur inn? Já, ef hún áskammtar af ópíóðum. Og þú kaupir þér einhvern smá tíma þá, eða hvað? Nei, þú bara snýrir ástundinu við. Hvað myndi gerast því ég myndi skjóta sem ég nefið á mig núna? Ekki neitt. Nei, maður sést bara nota ópíóða, fyrir ekki, við vitum það náttúrulega ekki. Nei, ég er búin að vera eitru í 6 ár. Já, en ef þú væri kannski á því sem verkjastillingu þá myndir þú fá verki. Já, ég skil. Já, ég skil. Þannig það er að versta sem gerist. En þetta, ég hef hort á margar heimildarmyndir og svoleiðis, eins og út í Ameríku mikið, þetta er náttúrulega, þetta er mjög mikið að fólki virkir neyslu sé með þetta bara á sér það. Tíðkast það ekki hér? Nýlega, ef það fara tíðkast. Og hvernig fara þetta og hvað er að borga fyrir þetta? Sko þannig hefur alltaf verið. Þú þarft að fá þetta sem lífsauðskylt lyf og borga 8.000 krónur fyrir hvern skammt. Já, 1 skammt. Og þetta fer þá svona í sjúkraskrána sem er, veldur mikilli stimplun. En núna þökk sé frú Ragnheiði. Fjársterkum aðilum. Já, fjársterkum aðilum. Sem ákvað að styrkja frú Ragnheiði. Já, þá keypti frú Ragnheiði. Það sem að þetta verkefni var þá eyrnamerkt með þeim peningum eða? Já. Og við erum svo hefnar að við erum þessu skaðaminkana teymi með frúnni að við fáum þá nátum ágáðu því líka og við fáum að hafa fræðslu fyrir okkar notendur. Já. Þau vilja hafa þetta á sig, þau flest öll séð vini sína deyja út af áskandi. Fá þau þetta með sér? Já, þau fá að hafa þetta á sér.
Þau þurfa bara að fá smá fræðslu. Svo til daglega, eða skilju, hvernig þetta mikið? Við erum nýlega komið með þetta. Það hefur verið notað. Þau þurfa að láta okkur vita ef þau hafa notað þetta. Það getur fengið annan skamt. Og við líka þar sem við erum að hvetja þau er að segja vini sinum bara, hei Magga, ég með ópíóði hérna. Ég vil að þú notar þetta á mig. Þú veist, eða öfugt, þú veist, ég má ópíóða, má ég nota, við erum líka hjálpað með þessa tengingu. En nú spyr ég hérna ópíóða, eða þau eru að koma inn með svona svo kallar syndaða ópíóða, eins og fentanýl, fenta og svoleiðis, svona plástaradrasl. Er það líka, eru þið að leyfa þessum einstaklingum að nota það inn í bílum? Við myndum gera við myndum aldrei banna einstaklingum að nota neitt. Nei, því þú veist, skoðu tölfræðina, þá er þetta alveg bara brjálaðislega hættulegt efni. Þetta er svo ótrúlega sterkur ópíói. Viðbjóðslega sterkt, sko. En máli er sko til að búa þetta til, úr sjóða plásturinn bara því miður ekki aðstæð sem við erum með. Við erum bara bíll, við erum ekki með. Þið hafið ekki lent í því? Nei, en við myndum heldur ekki banna einstaklingi, en það sem er náttúrulega sem ég fendaði líka, það er svo margir sem setja þetta í aðrar töflur. Þetta er svona dulið í mörgum töflum. Það er mikil hægt að vita efni, þú veist eins og þú kaupir amfetamín, þú fær duft og veist ekki hvað í þessu, að það hefur sést að það sé fentanýl í efninu. Í amfetamíni? Já, kókain líka bara blanda við alls konar efni sem og það veldur oft áskandun af því fólk er að taka eitthvað smá í blindni og veit ekki að það sé fentanýl í. Þess vegna eru að biðja að smakka og þess vegna líka bara rosa mikilvægt að við fáum á einhverjum tímanum svona drugtestir, svona hvað vímuefna. Það er svona strimlar til að greina hvort það sé fentanýl í efnum eða ekki. Er það svona alveg svona rautt flagg? Hvað? Fenti? Sko þú veist, ef fólk vill taka það og er að gera það eftir svona ákveðnu verkferli þá það er alltaf áhætta. Hvernig er þetta þróst? Til dæmis er það að sjá aukningu af heróíni á götunum og svoleiðis og þessum eiturlyfjum sem hafa kannski ekki sést inn á síðustu eða bara aldrei í raun. Sko kannski getum við ekki beint tala við sjáum aukningu, við erum það nýbyrjaðar en við höfum séð heróín. Við erum núna komið með svona vítamín C leysi til þess að leysa upp heróínið. Sterilt af því að fólk var kannski að nota sítrónudrópa eða búðaredik. Núna er komið sterilin leysi sem erum að hvetja fólk frekar til þess að nota. En það hefur verið svolítið með heróín, þetta hefur komið ykkur svona bylgjum til Íslands. Hefur svona að mestu ekki verið í umferð en við sjáum þetta eitthvað í umferð núna. Já, hérna. Þetta er rosalega. Þetta er svakalegt. Þið eru að fá svona testir, þið eru ekki með svona gamla löggur sem smakkar bara. Þau smakkið það. Við hvetjum þeim til þess að smakka það. Við hvetjum þeim til þess, þau hafa flest lenti því að það sé eitthvað eitur eða eitthvað í efnunum. Þau getur þá greint það bara svoleiðis. Þau svona þekkja þetta ágætlega. Þau segjast allavega engir það. Já. En nú skrifaði ég hérna hjá mér, altså frumvarp breytingar á lögum ávana og fíkniefni sem felur í sér afglæpavæðingu neysluskammta var lagt fram á Alþingi fyrir jól. Það sést í 4. sinn sem frumvarp af þessu tagi til meðferðis á þinginu. Þannig að, svo ég skilja þetta rétt, þá var þetta í rauninni bara svona einhver breyting á skilgreiningum sem var gerðið það ekki, sem verður til þess að ég get komið inn í bílinn ykkar, eitthvað ákveðið rými, ég get tekið upp efnin mín, neysluskamt, og ég er ekki að gera eitthvað ólöglegt þar. Já, það er sem þannig, þetta er svona, má segja þessi fyrsta skref í átt afglæpavæðingu í Íslandi, þetta neyslurými, að þetta er eina rými í Íslandi þar sem að neysluskammtur er ekki refsiverður. En þarna eins og inni hjá Konukoti og skjöl, nei. Nei, það er þetta ennþá ólöglegt. Það er ekki neysluskammtur. En það er samt sem að eitthvað sem svona viðgengst. Ekki kannski þetta er, málið er þetta er. Einstaklega er. Og lögreglan veit það líka. Þú er bara, þetta er miklu öruggara að notandi sé þarna bara fyrir, og alla í kringum, bara hvort það sé aðrir gestir í húsinu eða starfsfólk eða annað. En já, þetta er fyrsta skrefið og vonandi bara verða mun fleiri fljótlega, ekki eftir 2-3 ár svona íslenska leiðin. Hvað viljið þið sjá svona í formi svona afglæpavæðingu og neysluskammtum? Hvernig myndið þið vilja sjá þetta virka? Við viljum bara sjá afglæpavæðingu. Og hvað þýðir það? Sko, það þýðir bara að sé geta refsa einstaklingum fyrir að vera með neysluskamt af vímuefnum á sér. Og neysluskammtur er þá bara eitthvað ákveðið x magn? Já.
Já. Það er alltaf erfitt að segja það, þú veist, neysluskammtur fyrir Jón alls ekki sama og fyrir Gunnu. En það kannski það sem við erum að gera núna, við erum að safna ákveðnum upplýsingum, við gætum sett upp ákveðna kurvu, hvað neysluskammtur fyrir hvern og einn. Þetta hefur verið gert að misjafnan hátt í mismunandi löndum. Þannig svona, það þetta að skoða önnur lönd, hvað virkað þar. En þetta ekki mikið umræðinu núna? Þetta svolítið mikið umræðinu. Jú, þetta búið að vera svolítið tíma. Það sem náttúrulega væri best væri náttúrulega bara að fá notendur meira í þetta samtal. Sem eitthvað að gerast. Eitthvað búið að fá hérna fyrirverandi notendur. Já, inn í hennar starfshóp sem gott skref. Og það náttúrulega líka stórt skref að neyslurími sé loksins orðin veruleiki hér á landi. Það náttúrulega mörg ásíðan það var í Evrópu og mörg í nágrannlöndunum okkar. Þannig að þú veist, já, við erum komin í Ylju en við viljum sjá þetta stærra og við viljum allan stöndum með afglæpavæðingunni. Þið eru með starfsleyfi fram í mars þá næsta ári. Já. Og hvernig verið framaldi núna? Skilur, hvernig getið gengið út frá því að þið náðu að halda áfram að þróa þetta starf og á þess að vera bara, þetta við notum þetta frekar því að setja hjólastíg eða eitthvað, hvernig sem þeir ákveða þetta. Það er svolítið óljóst eins og Þetta eru 50 milljónir ekki sem var sett í þetta. Fyrir 1 ár, Og þið getur örugglega leikandi staðið með því að þið séu búin að spara samfélaginu 50 milljónir þessu ári með því að sinna þessu verkefni og gott betur en það. Það sem við getum náttúrulega bara eiginlega gert er bara að tala fyrir notendur, verið til staðið fyrir notendur og það eiga allir rétt á því að fá viðeigandi stuðning og viðeigandi heilbrigðisþjónustu sem þau eru að stað fólk í lífinu. Það fara rauk fyrir þetta séu í bara stjórnarskrá og réttindi fólks. Bara mannréttindi fyrir hvern einn að fá þjónustu sem hentar hverjum einum. Og þetta er partur af samfélaginu okkar og það ekki hægt að íta svo bara til hliðar. En ekki að lenda í svona, upplifa einhverja fordóma því að tala þetta sem heilbrigðisúrræði en svo kannski stór hluti fólks þarna úti sem að lítur á þetta sem bara eintómt vesen og eitthvað dólsátt og eitthvað glæpahyski en ekki hluta af eitthvað svona heilbrigðisvesinni. Við erum búin að fá rosalega góðar móttökur og þú veist, ég veit að við erum að tala eins og sem bara prumpandi blómum alltaf, þannig svolítið staðan, þetta búið að ganga rosa vel. Við byrjuðum á samfélagsmiðlum bara fyrir bæði notendur til þess að geta flett upp, bara með fræðslu og fyrir bara fjölskyldumeðlimi og sem og samfélag allt. Við erum byrjuð að vera í samstarfi við til dæmis svo bókasafn, heilsugæslu og annað, bara bjóðst til þess að koma. Það rosalega mikið bara að vinna með okkur. Það búin að vera rosalega mikil vitundavakning og aftur þá maður komið kannski svolítið aftur bara á frúna, frúin búin að gera magnaða hluti og það er svona búið svona vel að. Hún alveg svona established svolítið sko. Hún það og hún bara, við erum báðar sjálfbúðlegar í frúnni, byrjum þar og þessna, já, ég held að það sé líka og bara, þú veist, að tala við fólk, að minna að þetta bara einstaklingur eins og þú og ég, hann með þennan vímuefnavanda fyrir þungu vímuefni en flest hver okkur notar vímuefni en það bara 10% sem ánýtast að verði ykkur vandi þannig að kannski bara taka þetta og Ég bjóst sjálf við mun meira einhvern veginn mótlæti sko. Já, sérstaklega þegar við byrjum á samfélagsmiðlunum. Já, sérstaklega þá og við erum alveg, við erum að setja inn fræðslu hvernig þetta að nota vímuefni æða sem öryggastan hátt og fólk að taka bara mjög vel í þetta. Skára heldur að stinga bara hausnum í sandinn. Já, ég meina, ekki fólk bara svona óttaslegið, sko, því að, ég var að pæla í þessu, hvað það sem veldur þessari tilfinningu, þessum óþægindum, þegar maður sér einstaklinga í þessari nauð, hvort það séu alkoholistar eða sprautufíklar eða hvernig það er. Og það náttúrulega bara að þegar þú sérð fólk í sársauka, þá upplifi ég sársauka. Því það það sem ég sé. Og það einhvern veginn, þá fer eitthvað svona varnarmekanismi í gang, sko, það að loka á, ekki sjá, ekki mynda augnsamband, ekki horfa á viðkomandi sem í rauninni mannesku heldur sem bara eitthvað svona eitthvað fyrirbæri sem ég vil bara helst ekki eitthvað að hafa bara í minni sjónlínu. Og svo það, þú veist, svo með það sem þú ert að nefna eitthvað sem þau finna fyrir. Eðlilega. Og hvaða viðbrögð vekur það hjá þeim. En það ekki eitthvað sem samfélagi kendi þér? Þú veist, þetta 100% eitthvað sem samfélagi kendi þér að þú ættir að vera hræddur. Já, einmitt. Þú veist, þetta kannski það, þú veist, það að vera meiri vitundavakning, það meira að vera bara, þú veist, eins og mér var kennt bókstaflega ef þú getur verið í röð og manneski getur fyrir framan þig, þú getur bara, hún getur farið svo í taugarnar eða þú þolir henni ekki eftir 3 sekundur. Við þekkjum öll þessa tilfinningu. Það enginn sem þekkir henni ekki. Af hverju get ég ekki
búið væntumleik og kærleik fyrir manneskjum sem fyrir fram mig þótt ég sé bara að segja hann í 3 sekúndur hvað það í mínu kerfi sem hamlar mér að þykja væntum hana og ég held að þetta sé svolítið þetta þú veist, þetta kannski sem manneskja sjálf þarf að skoða af hverju verð ég hrædd, af hverju verð ég smeyk þetta þess að samfélagið búin að ala upp í þér eða hvað Já, eða bara okkur kannski okkur ekki kennt að sko finna og fara í sársauka annara með ljós sko. Það getur verið. Fattarðu? Þú veist, þið kannski skiljið þetta ekki því þið eru búin að vera sjálfboðlegir í 100 ár og gera alls konar hluti en mennilegt fólk sem ekkert eitthvað vant í að vera eitthvað að leggja eitthvað svona í vogarskálum. Ég held að það sé bara fáfræði eins og svolítið, mér finnst það svolítið að segja. Mér sé alveg tengja við það, þú veist, í algjörum forréttindahópi hefur verið hrædd við þetta allar meina ævi og svo bara svona því meira sem að fræði sig og kynnist hópnum þá bara hverfur það eitthvað neina og ég held að þau finnir þetta alveg eins og hjá okkur þú veist, ég með hinum megin ég bara búin að vera alltaf í kringum og veist, hef alltaf þekkt fólk með þungan vímuefnavanda og bara alist upp að þú segir góðan daginn við mannin sem á bekknum og þess áttar þess að ég held líka að við sem svolítið svona gott gott jávægi rosa gott jávægi hjá okkur 100% en ég held að þetta sé svolítið en það sem við líka bara finnum þú veist samfélagi móttækilegt margir sem flestir sem móttækilegir eru einstaklingar á okkar aldri sem eignast börn sem þau þá fara að fræða sín börn eiga foreldra sem svona þeim aldri sem móttækileg þannig að við erum alveg En þetta náttúrulega úrræði sem að mæta í rauninni þörf sko, þetta náttúrulega bara vaxandi fjöldi af fólki sem að nota vímuefni í æð. Já, sko málega, við kannski tölum svolítið mikið þannig, við erum þeim sem í mesta vandanum og heimilislaus og annað, en að samaskapi þá erum við reyndin á þeirra sem í heimahúsum, það þungur vímuefnavandi í öllum stéttum samfélagsins. Það ekki bara þannig, ef þú ert heimilislaus þá ert að nota þetta magna vímuefni, það ekki þannig. Þau eru kannski bara í þannig stöðu, þau eru heimilislaus, þau eru sjáanlegri, en manneskjæslu sem mætir á einhverju svaka flotta bílunum sínum getur jafn mikinn vanda og þessi sem heimilislaus. Bara auðvitað með að fela hann. Já, auðvitað með að fela hann, auðvitað aðgengi að læknum og annað slíkt. Þannig það kannski líka sem við þurfum svolítið að minna okkur á. Og manneskja sem lítur kannski út fyrir að vera ákveðin hátt, þarf ekkert endilega með þunga vímuefnavanda. Hún gæti hafa lent í bílslysi og fengið fram heilaskaða. Eða bara hann svona. Ég þekki gaur sem lítur út fyrir að vera alveg hellaður, hann 28 ára eða eitthvað alveg. En okkur þetta auka svona mikið, þetta, ég veit, sem sagt þessi svona þungi vímuefni. Ætli sé ekki, það bara alltaf meira aðgengi efnum, sko. Og sterkari efni eða hvað ætli það sé? Sko, ég get ekki svarað þessu, ég bara ekki með svarað á þessu. Hvað það mjög flókin spurning, sko. Já, þetta svolítið svona. Ekki einföld, sko. Nei, þú veist líka bara það fer svolítið eftir bara hvað þú að horfa á, þú veist, maður getur farið í heimspekilegar pælingar og þú veist, bara farið í popstefnunar og annað, þú getur líka farið í áfalla tráma sögurnar, þú veist, tráma erfist og sem sýnir það mest að fólk var þunga vímuefnavanda út af tráma. Það fer svolítið eftir hvaða vinkil þú ætlar að taka og svo aftur að skapi, fólk þarf ekki að vera jafn mikið í felum með þetta, það getur komið og það getur leitt sér aðstóð. Þannig að hvort að svo aukast að þess áttar, tölfræðin sýnir það. En hvaða svolítið erfitt að segja nákvæmlega. 100%. En hvernig fyrirgjöfu? Allar stéttinar, við skiljum, fólki á fínu bílunum og svo heimilislaus, hvernig ætla að ná til hins fólksins sem í heimahúsum? Fjölskyldufólk og það svolítið það sem við erum að reyna að gera kannski. Hvernig getur fengið til þess að brjótast út úr skömminni og koma og tala við ykkur og þannig við svona Sko við erum bjóðum upp á símaragjöf geta hringt í okkur og þá gerum við buddy-system gegnum síma þau sem fórum rættum svolítið áðan þú veist það geta hringt, sagt okkur skammtastæðar og annað geta hringt okkur bara til þess að heyri okkur Það er að fá svolítið símtöl frá fólki heimahúsi Já, bara sem dæmi Já, við höfum fengið það sko Við erum líka að gera þetta svolítið með samfélagsmiðlunum með því að setja þetta út og þannig bara með allir vitundavakningu og minna á að það sé 100% trúnaður það ekkert að fara lengra, þetta ekki að fara í sjúkrasöguna þína þú veist, þú getur sagt basically hvað sem þú vilt koma og skoða bílinn, já, komdu bara þú skoða bara bílinn, þegar við erum áhuga á þessu annað við gerum það líka með því að sýna svolítið andlita okkur, þau vita hvert að koma þetta ekki allt innu bara palli nágranni að taka mótir þetta
skopp og skvíla tvö og þú veist, það bara, ríkir bara rosa mjög trúnaður, en þetta er flókið og það sem okkar svona markmið að fara að ná betur til kvenna á öllum stöðum. Já, staðsetningan okkar hefur núna svolítið með að neyðarskilum kalla því svo hinn konukot og skjólið svolítið langt frá þannig við þurfum svona að fara að prófa okkur svolítið áfram þar líka og svo fáum við líka bara, þú veist, þau sem í frúnni oft með öruggan stað, hvort sem heimilega ekki og það líka svolítið að vera að minna á Ylju þar eða þetta var niður í bæ í bjór ætla ekki að kíkja á stelpunar, ég ætla að fara tónleika stelpunar hérna 10-4 draumi væri náttúrulega við værum alltaf opin og værum þegar á kvöldinu skemmtanlífi væri líka en við að þarf að greina það Hvað sem stoppar það? Það peningar og fjárveitingar eða það lagaramminn? Opnum tíman Já, í rauninni bara þið færið ykkur yfir jafnvel í húsnæði, skilur leifa lögin það? Já, ég held bara svolítið fyrsta skrefið Þetta fyrst skrif, við erum bara þar að greina og þú veist, við erum í jákvæðu samtali og þú veist, við erum ekki að finna fyrir einhverjum stoppurum, just jújú, það alltaf eitthvað, en þetta alltaf bara eitthvað ákveðið greiningaferli sem þið eruð í. Já, og eina sem við viljum bara passa upp á það, að þetta verður ekki enn eitt rýnahópur eða annars sem við erum og svo líða 3-4 ár og svo aftur, við viljum bara sjá þetta halda áfram, við erum bara að byggja rosalega gott traust. Eru þið tilbúin til að halda áfram? Já. Það starfa við þetta? Já, alveg 100% sko. En við sjáum líka núna 16. júní þá vorum við búin að toppa heimsóknir fyrir alla aðra mánuðina eða sem sagt bara á þessum 16 dögunum gæsalappa þá náttúrulega helga líka inn í. Voruð þið búin að toppa allar á þeim tíma? Ekki samanlagt, heldur þú veist, þetta var mánuðin. Þannig að þú veist, við erum alveg að sjá, það meiri vitunarvakning og bestu mælikvarðin okkar að fólk kemur aftur, það man aftur okkur, sérstaklega mánudum þegar helgin búin. Þannig að, sérstaklega man aftur okkur nokkur svona yfir daginn. Ef við séum að gera þessu ferð, þá þeim líður vel, það er svona mælikvarðin sem við höfum. Og þið eru frá 10 og bílinn lokar klukkan 4 og ekki helgar. Nei. Og þið eru bara 2. Já. Það engin annar í bílum? Við erum alltaf í teimi með Frú Ragnar starfskonum líka, en við erum 2 að vinna í... En fjármagni dekkar í rauninni þetta? Já, við erum að fá 3. starfsmann inn í hús. Já, við höfum þurft að loka þegar annar okkur var veik. Já. Af því það var bara ekki, þú veist, það bara mjög erfitt, af því að þú veist, okkur þykir rosalega vænt alla notendur. Og þú veist, viljum við verða til staðar og annað. Og það erfitt þegar kemur 17. júní og það er föstudagur og við erum bara... Og það er spurning að verði hérna morgun. En svo þurfum við líka að muna að vera bara mannlegar og þannig að það eru alltaf að brenna út ef maður alltaf Já, 100%. En svo bara sem að bætast heim okkur bara frábær í alla staði, hún líka sjálfboðaleg í frúnni og líka bara gott að við séum fleiri, þetta Magga sé, við erum byrjað að klæða okkur eins í vinninni mætum eins og erum að gera sömu hluti, þetta er voða skemmtilegt. Ég get að sjá þetta teimistækka. Þetta bara komið. Ok, á ég hlaupa út í bílinn á í búnaðinn? Já, getur við það ekki, Fúsi? Getur við ekki eitthvað köttað eitthvað? Það væri mjög gaman að sjá það. Já. Þá Vilhelm búin að fara út í bíl. Við tókum eina kassa með alls konar búnað sem verið með í bílnum og margt af þessu líka eitthvað sem við vorum kannski ekki með þegar við opnuðum bílinn, en við erum alltaf í virku samtali við notendur á hverjum degi. Margt sem hefur komið ljós að við þurfum að hafa í neyslurýminu. Já, bara sem gott fyrir að hafa. Já, og reynum svona að mæta þeirra þörfum sem vel að við getum. Já. Þú veist að sé allt sem þeim líður vel með. Já. Þannig að þetta er svona learn by doing. Þegar við svona einhvern veginn... Við værum ekki, við værum ekki svona notendasamræði. Hvort að kemur að val, hvernig ætlum að mála á borðið á bílnum. Hvað er þetta? Þetta er ekki buttplug? Þetta er mortel. Við erum með mortel. Já, auðvitað, wow. Það er sem sagt alls konar aðferð sem fólk nota til þess að mylja efnin. Þetta er geggjaði mortelmaður. Og hvort sem þú ætlar að nota vímuefni í æð eða nef, þá er alltaf minnsti skaðan af því að mylja efni eins og vel og getur. Og fyrst vorum við bara með þessa kúkara, þau voru að mylja því. Svo komum ákveðin notendur og bara... Hvað er þetta? Þetta er sem sagt sterill svona kapp. Já, kallast kúker eða skeið. Og við bara fundum að það er ekkert allir sem á að mylja töflun, lyfin, hvað sem. Má sjá. Já. Þetta er... Já, það ekki. Þetta er rauninni bara tappiskil. Og sem að hita þá? Já, svo getur þú hita þá með kveikjaraðan undir. Og við erum að læra af fránótendum og þú átt að vera með svona gaskveikjara, ekki með brennistein. Upp á? Af því að þá verður
skálinn undir ekki svört og litar ekki borðið þitt. En þú ert með hana típiska bensinstaða kveikjara, þá það svart undir og lita borðið þitt. En það ekki gott að vera með lita borð? Þau vilja ekki. Þau bara að hugsa bara, þú veist, bara svona snirtilegt og... Þau vilja bara ekki að lita borðið sitt. Svo við viljum ekki lita borðið okkar. Nákvæmlega, það bara svona venjuleg hluti sem maður hugsaði ekki út í. Við vorum með, þau bara, nei, borðið eitthvað verið svart, þið voru að kaupa gaskveikjara og við vorum bara, þau voru að passa. Þetta er í þessum, þetta annarkvort til að stoppa blæðingar eða eins og þau nota þetta oft sem, ef þau eru ekki með gaskveikjara, þá nota þetta svona, hvað heitir þetta? Til þess að kveika í þessu, eða? Nei, til þess að setja... Sem svona hitaplata? Potaplata? Já, svona glasamáttur. Já, svo hérna svona sterill bómull til þess að draga efni upp. Já, svona filter. Já, þú setur hann í og svo dregur upp á bómullinu. Já, eða ofan á þess að dæluna og þetta hérna Á hverju það aftur gerð? Þetta bara til að síja, já. Verður það eftir óæskilega efni í bómullinu? Já. En þú gerir það, notar ekki bómull eitthvað slíkt og tekur bara efni beint yfir sprautunni. Það getur verið allir. Já, og líka einmitt, þú veist, maður veit ekki hversu vel þetta uppleist, þá með líka að koma eitthvað svona kekkir inn í æðakerfið sem getur verið skaðlegt. Já, blóðtappan. Getur verið eins og blóðtappar. Ég skilji, ok. Svo eru hérna með... Svona marga mismunandi svona, við göllum þetta dælur, fólk myndi skilja þetta sem sprauta. Sem að setja svo nál framan á, við erum líka með marga mismunandi stærðir á nálum. Já, þetta svona aðal... Á hverju með mismunandi stærðir á nálum? Það bara ótrúlega persónubundið. Bara eftir hvernig fólk Já, hvað fólk vill nota og hversu smáar fingrar að æða fólki með. Þetta þá notast þess að finna æðarnar? Já, þetta svona til að pumpa þessu upp æðarnar, ef fólk með að finna þér. Já. Þetta svona sem mest notað. Það fer alveg eftir þess að litum og starð hversu mikið skaða þú ert að hafa á æðarna. En fólk ekki að vinna með eitthvað annað en líka en handlegginn á sér? Jú, það að gera það. Háls og milli tanna og alls konar? Það alls konar. Þið vilja nota hendur sinni mest og tökum þetta samtal við þau. Við erum líka bæði frúnni og ég ljótulega fræða þetta að þú veist, hérna framhandleggurinn hérna æskilegasti staðurinn. Af hverju það? Það minnsta sýkingarættan á þessu svæði og svona, sem dæmi úlliður en svolítið no-no-svæði út af það eru taugar og slagaðar. Þannig að öll svæði þar sem eru taugar og slagaðar eru svona skaðlegustu svæðin. En á hverju er það fólk farið að leita í fætur og milli tá? Það bara ef að þau finna ekkert á höndunum. Það þreytar. Það ekkert út í að fólk eitthvað að vera að fela ummerkið þannig? Líka það stundum. Getum alltaf ekki sagt. Nei. Einmitt, jú. Það bara stæmum það sko. Má ekki sprauta í slagæð? Nei, þú vilt sprauta í bláæð. Nei, einmitt. Þannig að bara ef þú gerir rofa slagæð þá getur verið mjög mikil blæðing. Svo erum við líka með æðaskanna, við erum ekki með það núna því frúin á hann, við fáum henni láni. Þá sérðu, þú veist, þannig að þú veist, við ekki sýnum. Þú sjáðu bara æðakerfið? Já, sjá það og svo maggaði snillingunni að hjálpa þeim að finna hvernig æðin liggur. Og allt þetta dregur úr skaða. Við tökum að segja fram að við erum ekki að hjálpa fólki að sprauta sig. Við finnum staðina og þess aftar, en þetta að draga úr skaða, þetta að draga úr sýkingahættu. Úr endurtekningum, stungum. Já, þannig að þú veist, þetta fyrir svona aðra, við erum, mér finnst svo ömurlegt að segja þetta, en þetta að spara samfélagi rosalega mikið. Þessi litlu innfyllu hlutir. Þótt að það síðasta sem við erum að pæla í. En þetta og bara, þetta að draga úr því að þau þurfa að fara inn á spítala eða fara á sýklalyf og annað. Svo þið með vog? Já, hann með svona milligrammavíkt. Nei, jú, milligrammavíkt. Já. Ekki grammavíkt. Einmitt. Svo erum við spritklútana og vítamín C-leysin fyrir heroín og önnur vímefni að fara að leysa. Vítamín C-leysin? Til þess að leysa heroín. Já, þetta voru við að fá. Það nýr veruleiki. Já, þetta nýtt og Íslandi vorum bara að fá þetta. Er þessu bætt út í? Já, þetta sem sagt bætt út í kúkarinn með efni til þess að sé auðvitað að leysa það. Það þetta hér ekki? Já. Svo eru duft? Já. Svo eru með sterilt vatn líka. Já. Af því við viljum sem sagt, við viljum að allir búnaður og allt sem maður notar til þess að vinna efnin og sprauta þeim en sé sterilt og hreint. En þetta út í heimi og hér, þetta búnaður sem að virkir sprautufíklar að nota sem ekki að nota neyslurými? Bómull, svona, þetta, skilur, er það raunhæft? Já, sko, með tilgóð fólk sem er út á götu þarf að segja, sko,
út í heimi ekki úrræð, já, skilur, kannski örugglega meira út í heimi ef við tala eins og heroinist og annað bara á götum stórborgar og það ekki að nýta sér neyslurými eða neitt svoleiðis þetta búnað sem fólk notar almennt, bómullin sko, ef það kemst ekki í hennar búnað þá náttúrulega redda sér búið þetta annan átt en þeir komast í þetta, sko, þeir komast í hjá okkur, hjá frúnni fólk sem heimahúsi getur farið í konukotið og neyðarskýlin þegar við erum lokaðar og fengi búnað já, það er alveg spurningunum, já, það er raunhæft það er nú aðpæli með heimahúsinu og leysa upp og þetta, skilur við sko, í dag allir þessi búnaðir mjög aðgengilegur í Íslandi en ég held að ég myndi að spyrja ef fólk ekki með aðgengi að þessu í útlöndum, það er samt ekki að fara að stoppa þetta heldur frekar bara valda meiri skaða og fólk notar eitthvað óhreint og að nota aftur og aftur það hefur dæmið fólk að nota ég man ekki hvað heitir, bleach þannig að klór til þess að þrífa en aftur á móti þú kannski að þrífa eitthvað náli hún er orðin svakalega bógin eða bara ekki að þrífa bara nota það sama aftur eins og ofta við geta og þá erum við komin aftur í smittin og annað nota frá öðrum og allt þetta deila búnaði en já, þetta en veist þetta allt bara eins og með mortelið, þetta kveikjarinn, þetta bara samtal við notendur. Og hafa þetta svona búna aðgengilegan hefur líka bara sýnt fram á, hefur dregið mjög mikið úr blóðbörnum smitsjúkdómum eins og lifrarbólgu og HVF, sýklalyfi. Já. Og þið eru búin að læra mest í rauninni á reynslunni. Klárlega. Já. Þetta ekki beint kennt í skólabókunum. Vonandi einn daginn. Ef við fáum að ráða. Já, þetta er frábært. Þetta búin mjög fræðandi. Ekki, vonandi. Vonandi komið eitthvað til skila. Það er líka bara fínt að almenningur hafi svona smjörþefinn af þessu alltaf. Maður veit aldrei. Það skiptir miklu máli. Hvað og hvenar eða hver eða hvað skilur. Þetta Nei, við hvetjum líka fólk bara eins og kíkja á samfélagsmiðluna og að það er með einhverjar spurningar þá svörum öllu eins og vel að við getum þannig að það má senda okkur Instagram og Telegram og hringja bara í okkur og þess aftar við reynum að mæta öllum notendum en aðstandendum við erum þess að fara í nám diplómanám ræða okkur aðeins meira mynda en já, auðvitað aðstandandi er einstaklingur sem er þér nánastur og þér kærastur aðstandandi notenda getur hringt í ykkur og leita sér eitthvað að ráða það er bara velkomið minnina sko. Við bara reynum að annað eftirspurn eins og vel að við getum notandinn inn í rýmin okkar númer 1 og 3 en við reynum að mæta öll eins og vel að við getum eða þá benda fólki áfram Alright er þið með ykkur loka orð? Nei, bara, þú veist, við værum ekki hérna ef það er ekki fyrir notendunar. Traustu sem við búin að vinna okkur inn og það verðum bara ótrúlega þakkláta fyrir það. Bara af öllu hjarta, sko. Kannski eina sem maður getur sagt. Herru, ég ætla að fara hérna með nokkur orð frá sponsor. Svo ætlum við að leysa ykkur út með gjöfum. Alright. Herru, það er kombucha. Davíð það hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna þar hefst taugakerfið þarmaflóran eða kerfið er svo basically ónæmiskerfið þannig ef það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka með betur heldur betur maður og svo bara sjúklega gott líka já og svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum þótt á sig elskar kombucha já Herðu, svo var ég ekki með neitt skrifað en fyrir gott sem ég en að rétta með pasteið það er dælan mín þetta er þess að dælan mín hérna þetta er 30% pharmahemp altså þetta er ekki olja, þetta er svokallar paste og þetta virkar þannig, þetta er frá gott sem ég en þetta er gæðaefni eitt svona hrísgrón af þessu undir tunguna ég reyndi að skóla þessu svo niður með olju líka en það er svona jaðra við ofskömmtun og þetta bara kemur mér í gegnum daginn ég er svo einfaldur maður sko. Ég er alltaf bara með oljuna mína þetta er eins og ég þarf sko. Já, sko. Svo reyndi að líka fekk ég psoriasis það er farið núna ég fekk psoriasis bara þegar ég var í laganáminu og svo núna aftur daginn ég get mælt heilsuna mína fór það
Ekki, ég bara ekki hún, ég notaði bara rakagnum sem ég notaði á son minn þegar breytist í eðlumannin. Já, shapeshifterinn. Sko, CBD búið að breyta lífið mínu, sko, án gríns. Þetta fer inn í kerfið, það kerfi í líkamanum sem skamstafað ECS, eða EKK á íslensku, þess að endocannabinoid system. Þetta kerfi sem er rauninni hannað til þess að taka á móti kannabinoidum. Og það sem gerist þegar ég tek CBD, þá mikið stjálfur upp. Ég finn hvernig það stiði við taugakerfið, ég verð betri maður, ég sinni skyldum mínu betur sem eiginmaður, sem uppalandi, ég mýgri og rýmri gagnvart sjálfum mér og allar bólgur í líkamanum, það bara bókstaflega hverfa, stoðkerfisverkir, farnir, húð, hár, neglur, það verður allt betra með CBD. Það er æðislegt hvað það virka vel fyrir þig. Já, 100%. Og það er svolítið gott CBD upp í Urriðaholtsstræti, þeir eru nýbúin að opna Glæný búð. Já, hún verður glæný þegar þessi þáttur kemur út. Einmitt. Og og við erum með afsláttarkóða sem er þvottahúsið, sem sagt, það gefur 15% afslátt. Ég var í Kristaníu senstu helgi. Já, hvernig varst þið það? Bara geggjað. Og þar sá ég til sölu í það er svona, hvað heitir þetta, svona skemma með fullt af verkfærum og svona til sölu. Já. Þar voru þeir að selja svona. Svo blóm? Já. Já, geggjað maður. Til reiks. Og einhver ólíu sem hún ekki þessar. Nei. En ég sá þetta. Og Já, ég skal sýna ykkur á nætti. Við erum með CBD, altså blóm, sko, sem við reykjum. Við rúlum þessu jónur og reykjum í pípur og það sem er að fara að gerast í næsta þetti, við erum að fara að kynna svona vaporizer sem gott CBD er að fara að selja og það er bara vél, þá getum við bara brent þetta í vél og við erum svo Robocop bara með hampinn í alvörinni. Þetta er mikið skemmtilega. Ég reykti bara hamp, ég nenni ekki hinum víst þessu leið. Ég ætla að sýna ykkur þetta að við erum búin. En heyrðu, ég ætla að minna fólk á að subscribe þvottahúsið á YouTube og öðrum streymisveitum eins og Spotify og svoleiðis. Og heyrðu, svo er þessi tveir kremin hérna. Sko, við vorum í Þórsmörk helgina, ég og konan. Bólukremið. Þetta er ekki bólukrem, það er búið. Og konan mín var bitin á lúsmi, alveg í drasl. Og fekk svona alls konar dót, kúlur, útbrot. Og þetta er sem sagt full spectrum, 100 mg CBD, comforting natural balm with copaiba and calendula. Þetta er full spectrum hamp balm, allhliða krem sem þetta virkar á allt, en sérstaklega svona nákvæmlega, þetta er allt svona bit og bruna og kláða og svoleiðis. Læknaðist það? Vá, næs. Jú, hún læknaðist. Já, þetta er bara klikkar. En allavega, Gott í sumar. Villi með Líf og Margaret Dís með í máttunum vera með ykkur og vona að við sjáum ykkur aftur að ári liðnu í áframhaldandi starfi hjá Ylju. Já. Vonandi, takk hérlega fyrir. Takk fyrir komuna. Gaman að sjá. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.